komið sæl og blessuð. Sælöldumul. Það er miðnættu þáttur. Boy. Já. Það er miðnættu þáttur vegna þess að við erum búin að vera í smá brasi, Haukur. Við erum búin að vera að kalla fyrir allan penningin. Fólk hefur getað séð þetta á Instagraminu, tveir kallar. Þar erum við búin að vera með ýmsa sýnikenslu. Já. Til dæmis hvernig á að loka kassabíl. Hleranum á flutningabíl. Já. Þú varst í einhverjum vandræðum með hann. Já, þetta var eitthvað skrítið hérna í núminu sko, númstýringin. Já, hún var eitthvað erfið við þig. Já. En það var nú gott að ég gæti hjálpa þér. Já, En það alvöru kall. Já. En svona að öllu gríni... Þú hefði nú kannski getað hjálpað mig meira að halda á þessu sófa sem ég tók eiginlega einn. Já, djöfull var hann þungur, maður. Það var reyndað þungur. Og þvottavélin líka. Hata þessu þvottavél. Sem að mamma sagði bara að hún var ógeðsleg, þannig að við þurftum að flytja hérna tvisvar. Við heldum á henni óþarflega mikið. Já, mömmu blöskraði. Já. Hún sagði bara, nei, þessi þvottavél fer ekki með ykkur. Nei, það er hann ekki. Já, þannig að það er komin í þvottavél. En sko... Og þú ert fluttur inn í húsið mitt. Já, nú búum við saman. Nú búum við bara í sama húsi. Og það var bara þannig, herðu, hittumst niður í bílakjallara, hérna, ef að fara á mínum eða þínum. Já. Og þetta er umhverfisvænt podcast. Það er bara einn bíl. Já, þetta er nú eiginlega svolítið magnað, sko. Ógeðslega fyndið. Hæ? Ég var að pæla í sig gær. Nei, ég var að pæla í sig áðan. Það er svo seint, ég fann að tala með þetta í gær. Já. Að hérna, þegar ég séði þarna eitthvað niðri og ég garga á því ofan á svölunum og það var svona, það var stemning, sko. Já, ég hugsaði mitt á, það var eitthvað að garga á mig, sko, hérna, alltaf sé trublandi fyrir fólk. Já. Þú veist, það sé svona garg á milli. Já. Og ég var semst aðeins í, drápilhý, sko, það er ennþá eitthvað drastlanda sem það er að tæma og ég var eitthvað fiffaðna. Og hvað, þú veist, að því að nú veit ég að það er fullt af börnum í þessu hverfi, í semst nausta, bryggjunni, sko. Já, bryggjunni, já. Já. Það er fullt af börnum hana. Já. En það heyrist ekkert í þeim. Nei, þetta er bara vel upp alið. Já, þú veist, eru bygginganda svona rosalegar eða eru þau svona kúuð, þessi börn? Sko, það er náttúrulega, ég held að heyrist mjög lítið á milli íbúða, eða mér finnst það allavega. Já, ég heyri búa lítið, reyndar býið við þann lúksus að ég deili bara vekk með einni íbúð, sko. Ok, sem er aldrei heima þá kannski. Ég er kannski svona, svolítið degraður hvað það var þar, en já, það heyrist bara almennt fyrir eitthvað lítið í þessu hverfisnir. Það er reyndar eitt annað sem ég er að pæla, það kemur ekkert inn á bannorðin. Nei. Haukur sem þannig er svo mikla ágjur að ég fara að nota einhver leiðileg orð að hann setti mig 3 reglur fyrir hennan þátt, en allavega, ég var bara að hugsa á þann ruslið okkar. Já. Kúkablegur. Já. Hvað gerir við þær? Þetta er ruslið? Bara inni hjá þér? Nei, ég er ekki með, ég er hættur að kúka í blegur. Nei. Og mitt fólk. Já. En þegar ég var í því, ég sem sagt, ég skil þig. Ég setti þetta, það er frábært útvarp, Þorsteinn. Ég setti þetta yfirleitt bara í póka. Já. Þú veist, plastpóka, eða þú veist, hvað heitir þetta? Mæspóka, eitthvað. Já, það var svo umhverfisvæn. Já, og svo ef það var svona, ef ég vissi að stuttangur lilla niður með ruslið, þá setti ég bara í ruslið og rusl með loki. Ef ég vissi að ég var kannski ekki stutt, þá hendi ég því bara svona út á stegagang fyrir framann. Og hugsaði bara, ég fer hoppa hérna niður eftir smá. Já, þetta er samt við þess sko. Nei, ég var bara að pæla í þessu, menn það er bara hug. Gott að við notum podcastið. Já, ég hef kannski átt að nefna þetta í bílnum. Svona er ég bara. Ég bara mundi þetta núna. Herðu. Og svo er ég ennþá, svo höldum við aðeins áfram að tala um brasið og svona það sem ég er að pæla. Já. Af því að
af því að ég bara í skítagalanum löðursveittur, ég ennþá að svitna. Þú ert ennþá í málingagalanum? Já, og ég bara ógeðslegur. Akkur þurftir líka að sko velja bestu helgi ársins viðfarslega séð til að vera að láta mig og fleiri strita í, ég veit ekki hvað þetta var sennilega svona 38 steg hiti. Af hverju? Og logn. Já, ég bara, þú veist, hefur viljað gera þetta í slittu? Já, elska að flytja í slittu. Ekki ég. Ok, en þú sluttur? Já. Fyrsta nóttin var bara núna, eða ekki? Bara senasta? Já, bara í nótt. Og hvernig svafstu? Ég svaf alveg fáránlega vel. Í alvegni? Já. Já, ok. En sko, bara, hann er alltaf hvolfið náttúrulega. Hjá þér? Jésús, ég er búin að gleyma því hvernig þetta er. Við náttúrulega, sko, fluttum í gær, sunnudagur. Við höfum 3 börn, leikskóli, skóli. Það fann engin neitt í morgun. Nei. Engin föt, hvar eru skeiðarnar, hvar eru skálarnar, hvar eru glös, hvar eru fötin mín. Þú veist það, við vorum svona klukkutíma bara að finna þessa hluti, sko. Þannig að já, þetta var gaman. Þetta er það leiðilegasta sem að gerir. Já. Það er að taka allt drasli sitt hún í pappakassa og vita svo ekkert hvað allt er og svo er maður mánuð að koma sér einhvern veginn á strik. Herðu, ég að fara í eitthvað dagsins. Já, ekki að fara í eitthvað. Ég er með eitthvað dagsins og bara svona fyrir þau sem er að koma kannski nýjað viðtækjánum. Já. Þá segjum við stuttlega frá planinu sko að ég er sérst með þá lið sem að ég er aðeins búin að undirbúa mig fyrir og þú veist ekkert hvað er að fara að tala um. Nei. Og svo öfugt í næsta lið. Já. Og það sem ég langar að tala um núna þetta er reyndar eitthvað sem þú hefur aðeins komið inn á áður. Þannig að þú veist nú aldrei þessu vant, þá veistu nú eitthvað. Æja. Og þetta er ég er að hugsa hvernig ég geti orðað þetta bara í einu orðið að stutt, ég ætla að segja bara fyrirvinnan. Þá vorum við að fjalla sko já, hvað ég segja þann sem að kemur með tekjunarinn á heimilið sko. Já. Og það er sko það er ákveðið trend í gangi og við höfum orðið svolítið svona vörfiða finnst mér í já, hvað segja, í fjölmiðlum samfélagsmiðlum og svo framvegis að það er eins og það sé að verða aðeins meiri. Ég held sér að fatta bannorðin núna. Já, okay. Að fatta bannorðin, ok, það er gott. Ég bannaði þorstinni nokkur hugtök og það er sko já, hugmyndin um að maðurinn á heimilinu, kallinn, hann sé að skaffa og konan eigi ef vel gengur á kallinum að geta fengið að vera bara heima. Þetta fannst já, ég ætla að hleypa mér að segja sko, ég held að mörgum hafi fundið þetta svolítið galið en það er eins og þetta sé kannski verða aðeins meira svona hvað segja, normaliserað eða þetta sé að verða einhver romantísk hugmynd og þá sennilega miklu meira hjá köllum heldur en konum, held ég en ég hef óað lítið verið kona þannig ég veit það svo sem ekkert sko en ég er með eina spurningu til að byrja með sko af hverju ætti hugmyndin eina innkomu heimilisins að fara eftir kyni? Ég skil sko ákveðnu leyti hvað er aðlaðandi við þetta og það sem ég skil er ef þetta er sett upp sem einhvers konar svona mótsvar við kröfum kapítalismans auðvitað væri það gott fyrir það fólk sem að það kýs að geta lifað á
einum tekjum og þá að hinn aðilinn í sambandinu geti þá kannski tekið meira á sig en flest varandi heimilishald uppeldi og alls konar svo leiðis en ég skil ekki alveg hvaða sem að verður til þess að ákveðnir kollegar okkar virðist vera svolítið svona fókusur á að það geti engungu verið kallinn sem sér þennan hluta, hans skaffarinn annað sem að ég á svolítið erfitt með að skilja sko nú eru við náttúrulega báðir með hvað ég segja konur okkar beggja eru frama konur vel menntaðar og já, líklega bara betur til þess fallnar en við að sjáum tekjur heimilisins og ég ætti rosalega erfitt með að segja eitthvað á þá leið að auðvitað væri það bara óskandi að kona mín getur bara verið heima já af því að ég held í fyrsta lagi ég veit að hún hefur náttúrulega bara engan áhuga á því hún er að gera sturlaða hluti á sínu sviði og er gífurlega fær þar og hún er sko að svona liggur við að maður segja hún sé á góðri leið með að breyta heiminum já og hún er að hjálpa fólki að eiga betra líf bæði klínist og með rannsóknum og uppfinningum og alls konar þannig hún er hún er bæði í akademíunni og í klíniskri vinnu og ég sé ekki alveg sko allavega, ég held að ef ég myndi segja eitthvað segjum bara að ég væri í podcasti með einhverjum kalli eða köllum bara gefum okkur dæmi ef ég myndi segja svona eitthvað á leiða að það væri nú kannski bara óskandi að hún gæti fengið bara að vera að slaka á heima með krökkunum og þú veist, kannski dúlla sér við eitthvað svona verkefni bara, þú veist já ég sé ekki alveg sko ég þyrfti að vera rosalega lítið tengdur henni og það sem að hún sér fyrir sér og bara okkar heimili og okkar samlífi sko en ég meina það á kannski bara við okkar tilfelli sko já, þú vilt að meina kannski að svona almennt séu konur bara með þessa inngrunnu þrá að geta verið heima vinnandi já, hvað heldur við? já þú er náttúrulega búin að banna mér að nota hugtök þetta verður krefandi fyrir þig nei, menn ekki alveg og það tala um þetta öðruvísi sko sneitt fram hjá þessum hugtökum en það náttúrulega bara samræmist ekki hugmyndum íhaldsamra karla nei sjálfa sig og konuna sína til dæmis að þeir séu jafningjar makka síns eða konuna sína það er bara þú veist, það samræmist ekki svona íhaldsum hugmyndum þannig að þú veist, að því að þú spurðir áðan eitthvað svona já, ég man ekki hvort þú spurðir en ég ætla nú svona eitthvað fór að hugsa að sko, núna var ég eiginlega megnið af síðasta ári heimavennandi húsfæðir og mér fannst það geggjað þú veist já, mestu leyti en ég meina ég ætla að gera alls konar sko og eitthvað svona vinnutengt skrifa og eitthvað svona en þú veist, það var bara ekki tími í það sko nei
ég meina, ég hafði þú veist, að því að rútínan er þannig, þú veist, þetta er bara full vinna og vinnan er ekkert búin þegar börnin er síðan búin í skóla og leikskóla, sko. Nei. Þá er að sinna þeim og áfram öll þessi störf, sko. Þú vilt nú reynda að meina að við þóum og mikið, en hérna kannski eru börnin mín bara svo miklu sóðar. Búin að útjaska þarna heilir í þvottavél á nótæm. Já. Kannski eru börnin mín bara svona ógeðslega sóðar, ég veit ekki, þetta þarf að gerast. Já. Eða við hefum prófið lítið af fötum. Já. En ég meina, við erum ekki að spreða í fött ég held að það er bara of litla þvottavél ég held að það sé að leysa það með mamma var að tala um það sko já, mamma var eitthvað að tala um það allt og lítilega, bara kaupa einhverja iðnaðavél já, ég keypti 10 kíló og það bara þú einu sinni í mánuði já nei, ég átti 7 kíló vel en keypti 10 kíló en hérna, já hún var nú miklu þingri en 7 kíló nei, herrið, þessi var lílegur það sem að þú já. Ef ég orða þetta fyrir þig það er eins og sért að ía að því að þessi hugmynd eða þetta trend sem ég er að tala að það sé kannski hvað að segja, að það hendi vel í svolítið kúandi samfélagsgerð eða hvað? Sko, hérna nú kemur náttúrulega ískaldur að þessu og hafði ekki rými sérstaklega ekki heldur út frá hérna hugtökunum sem bannaði mér að nota til þess að svona freyma þetta í heila hugsun en komandi kaldur að þessu þá er ég að hugsa þetta ok, veitu, af hverju er þetta trend sko ok ein kenningin, af því að auðvitað hefur þetta verið rætt þú veist, bara meðal minna kollega, þá hérna kynjafræði kollega og þú veist, og ég að hulda eitthvað svona sko, og María Hjálmdís til dæmis er með svona tilgátu sem tengist þessu, sem að mér er alveg áhugaverð og make a sense að sko þú veist, við erum að tala um kynslóðir, þú veist, núna þessar, ef að segja unga fólkið sem að svona aðhyllist svolítið svona íhaldsamar hugmyndir og svona romantíserar kannski já, þetta tradvæf dæmi að þau sjá mögulega mömmur sínar og jafnvel ömmur í einhverju svona frama sem sagt sinna heimili sinna vinnu og eru farnar í burnout það er bara að gerast og við höfum svo sem unnið saman á bók sem tengist ástæðu þess að mjög miklu leyti og ungar konur í dag þær vil ekki fara í burnout, auðvitað ekki Nei. Alveg eins og konur hérna 1915 bara, herðu, akkur með við ekki fara í skóla eins og strákarnir, hvaða rugl er þetta? Við ætlum í skóla líka þú veist, þetta er bara, við erum komin í hring og það vantar tenginguna það vantar hlekkin til þess að átta sig á hvað þýðir þetta sem við erum að berjast fyrir hérna hvað áhrif hefur það? Ég las nýlega svona árgangsbók hjá útskriftarnema úr grunnskóla og það, mér fannst það svolítið sjokkarandi af því að þú veist, þau skrifa eitthvað svona, eða þau eru spurða eitthvað spurningum og þau svara eitthvað svona þú veist, hvað sérðu þið eftir 10 ár þetta típiska skilur með svona gegnugangandi þá var eins og sem sagt, þetta snýrist rosalega mikið að vera rík og að þurfa ekkert að hafa rosalega mikið fyrir því að verða rík það var svolítið svona þemað í gegnum hérna, svör fólks sem er 16 ára og það var rosalega algengt bara eitthvað svona, já ég ætla bara að verða milf, ég ætla bara að hérna, vera bara á ströndinni og þú veist bara, þú veist, ætla bara eignast ríkan kall og hinum einn þá fannst mér að endurspegla svo rosalega sterkt það sem var að byrja á þeim tíma það er nokkur ár síðan læst að eða, víst, já, 2-3 held ég það sem var að byrja svolítið þá eða allavega ég var að verða var við það þá og það er komið lengra núna og það er þetta með sko að verða ríkur en gera það bara einhvern veginn með því að manifesta það
með því að bara, þú veist, kaupa kryptó, kaupa hlutabref og bara láta peningana, þú veist, koma bara sjálfur sér og það er þetta sem að, já, mér fannst þetta komast svolítið frá stákunum í þessu svo og það er að mínum að þetta er mjög áhugavert að pæla svolítið í því. Já, en sko þetta sko hvernig ná ég orðið þetta það sem að er talað sko í kynjafræðinni sem hluti af kallmennsku þessi fyrirhafnalausa okay. snilli já hún, þú veist, þetta er svona bara, já, ég fekk 10 prófunu og ég læri ekkert fyrir það já. Þú veist, ég kann alveg að gera þetta þó ég hef ekki lært þetta, ég hef ekki lagt á mig þú veist, þetta atmó er nett það er nett að vera bara eitthvað svona að vinga þetta já. Svona svo kallar gera og vinga þetta þetta er ekkert mál sko og þetta er ekkert mál við kallinn nei, þetta er svona hluti af kallmennskur og meðan að það væri þá síður nett að vera herri já nei, núna ætla ég að vera ábyrgur ég ætla ekki í fótbolta með ykkur strákar ég er að fara heim, það er próf á morgun það er erfitt próf ég ætla að leggja mig fram ég ætla að erfiða eitthvað svona þannig að þetta er svolítið að sko ná árangri á þess að endilega kannski hafa metnaðin fyrir því að sérst, já, eða vera tilbúin til þess að leggja eitthvað á sig til þess að ná árangurinnum sko. Árangurinn á bara að koma veist, það er bara nóg að manifesta þetta og bara, bara veðja eða kaupa kryptó eða annað og þetta gerist sko. Já, eitthvað svona snilli, ég er svo klár ég bara að gera það en sko við erum inn á Instagram með 2 kallar erum við að fylgja okkar fyrirmyndum jú og þar er ég svolítið að fá að sjá feed það er rosalega óholt feed sem þú sko búa til að það varstu þar er ég svolítið að sjá sko skemmtilega klippur já, skemmtilegar og og þar er þetta rosa mikið eins og bara áðan var ég að skróla í gegnum þetta og þar er bara eitthvað svona bara eitthvað, já að setja sér markmið og einmitt manifesta og markmið og þú veist þetta svona individualismin og rosalegt. Og svona einmitt árangurinn þú veist, hann á hámarka einhvern árangur þú veist, við erum já, ok, þannig kemur ákveður hringur sko, vegna þess að já, við erum á einhverjum píki, einhverjum hátindi þessa svona kapitalísku einstaklingshyggju að skara fram úr hámarka, græða og einhvern veginn gera það ein þú veist, konan heim í eldhúsinu að því hún vill það eitthvað já, og við erum einhvern veginn ég veit ekki hvort að við munum einhvern að fara inn í bara, ég veit ekki svona stórfjölskyldu, svona bara jafnvel, og kannski þróast það frá því gamla dag þegar allir bjuggu saman bara heilu kynslóðarnar yfir í að við förum að velja okkur saman í blokkir já, þú veist, í kommunur já, í kommunur og, veist, og ég hugsa það, ég meina í nokkur ár þá veist, ég og Hulda voru næstu búin að reynda að leigja með vinn okkar svo hugsuðum við að kaupa með þú veist, öðrum vinnum okkar okay. Þú veist, þannig að við höfum alveg verið sem pælingum en svo fer maður að setja það inn í praktík og þá, að því að við erum náttúrulega líka hluti af þessu samfélagi þá fyrir við svona að hugsa, já en privacy, þú veist að fá break þú veist, að fá break frá öllum börnunum og já. En á sama tíma held ég að ávinningurinn yrði svo ótrúlega mikil, ég meina það er engin rannsókn sem ég man eftir hvorki úr kenna og nýjur kynjafræðinni sem segir að börnum vegni best sem eru alin upp í þessu eitthvað svona að verða best og skara fram úr og græða peninga þetta snýst allt einhvern veginn einmitt, heilt þorp alveg börn og einhvern veginn gera þetta saman og eitthvað svona við erum svo einhvern veginn farin langt frá þessu og
ég veit ekki hvort einhver geti miskila ég sé að kenna konum það ég veit ekki hvernig hægt að miskila en ég er ekki að tala um það, ég er að tala um einmitt í rauninni kallmennskan. Ég ætla að koma þess inn á þetta á eftir en annað sem ég langa að koma nú, það er svolítið margt sem ég ætla að fara í gegnum. Já, ég þarf eiginlega bara að fá sem á fyrirlestu núna og þú stoppa mig bara ef þú þarft að grípa inn í sko. Ég held að þetta væri eitthvað. Þetta er eitthvað sko. Mér langa að koma inn á áðan þegar varst að tala um að þú hefur verið heimavinnandi húsfæðar og svoleiðis. Núna ætla að þú veist töluðum aðeins um það daginn að ég er nýkominn frá Bandaríkjunum þar sem við byggum í vetur og það er rauninni út af það er rauninni vinnutengt hjá konunni minni og þá var ég töluvert ég var meira heima en ég hef verið vanur hingað til og ég var að reyna að vinna kannski bara svona 4 tíma á dag sem er svolítið draumurinn minn sko. Ég er eiginlega komið svolítið þangað að mér langar eiginlega að sko í staðin fyrir að græða mikið þá langar mig að minnka vinnutíma og ég verður svona reyna að djögla því svolítið en þar var ég líka bara svolítið í ég segi eitthvað svona húsföður hlutverkinu heimaunandi en þú veist ég held eiginlega aldrei sko ég er engin hetja í þessu sko en sko það er nú samt svona fórum við svolítið 2% af þessu já, ég er að tala um bara, það er dæmi sko og ég er að reyna að gera betur og ég er miklu betri í daginn í gær og ég er tölvöld betri í daginn fyrir 10 árum allavega fyrir 11 árum já, 11 árum 2014 ekki gott ári í mínu lífi en það sem ég ætla að segja er að í Bandaríkjunum slökkt á símanum Akkur er Hulda að ringi í mig henni upptöku ég veit það ekki þetta er eitthvað mikilvægt ok, þú svarar, ég held áfram með fyrirlesturinn að sko í Bandaríkjunum þá þá er tölvöld meira heimavinnandi fólki sem að er með börnin, er með þetta allt saman og ég held að þetta komi svolítið þaðan þetta trend, þessi áhrif við erum með sko kerfið þar sem er allt öðruvísi en kerfið okkar við erum með ógeðslega dýr háskólagjöld það er dýrt að vera með barnið sitt á leikskóla og sérstaklega ætlar að fara að velja eitthvað úr þar eða færði ekki fjárhags aðstöða styrki eins og eru stundum í boði þá erum við að tala um bara virkilega að fólk þarf að fara að pæla í því veist, er það þess virði að við séum bæði á vinnumarkaði þú veist, bara græðu eitthvað á því og ég held að þetta komið svolítið þaðan og allar þessar tradvæf pælingar og þar er kannski leynt og ljóst verið að þrýsta svolítið konum í þessa átt svo er þetta líka bara hluti af bakslæði sem er í gangi og ég las aðeins konu sem heitir Alina Kate Pettit veit ekki hvort þetta sé búið fram svona og hún var svona fyrsta online tradvæf influencerinn og svona rosalega stórt nafn, hún reyndar minni með þessi breskan ekki bandarísk en hún sérst kalla sig ekki lengur tradvæf hún talar um að sko þetta sem að hún var að reyna að búa til að byrja með hafi orðið its own monster og mér fannst það mjög áhugavert hún svolítið bara, brann út sem tradvæf sko Já, eða sko allan að greinlega sem influencerinn Já, mér finnst það mjög áhugavert sko. Já, en sko hún talaði núna baka ég bara bananabrauð og fólk má bara borða bananabrauðið það þarf ekki að bíða eftir að ég sé búin að vera að taka myndir af því og myndbönd af því og meðan allir eru á hliðalínunni mér finnst það svolítið áhugavert en sko, hún svolítið gafst upp á þessu sko, já, ég nefnilega ég er bara með pælingu, kenningu
sko influencerarnir, tradwife influencerarnir löðlarsson, ég get ekki tala lengur eru ekkert tradwife. Nei, þeir eru að, og hún sérstaklega hún fekk virkilega góður tekjur út úr þessu. Akkurat. Að vera ekki með tekjur. Já. Þannig að það er svolítið sérstaklega hugsun. En varandi tekjur og varandi svona, hvað ég segja, tradwives sem eru þá ekki að græða á því að vera á samfélagsmiðlum, þá er það líka svolítið hættulegt upp á bara, hvað ég segja, upp á atriði eins og ef fyrirvinnan, maðurinn í þessu flestum tilfellum þarna veikist, fær ekki laun eða eitthvað ennþá verra gerist, þær eru ekki að vinna sér inn eftirlaun. Þær eru ekki að sem sagt, þú veist, þetta getur verið spurningum og kannski sérstaklega í bandarísku samhengi, þetta getur verið spurningum tryggingar og heilbrigðis kerfi og allt þetta dæmi, skilur við. Það er vinkill sem ég fór líka aðeins að pæli þegar ég var að lesa þetta og ég hlustaði líka á podcast sem mér fannst mjög áhugavert. Tveir kallar eða? Já, hei, plugg, það er komið að auglýsingalíði. Nei, og það heitir, það var reyndar úr áströlsku samfélagi. Ok. Þannig að það er náttúrulega ekki takt að hlusta á neitt úr íslensku samfélagi af því að það er lítið verið að tala um þetta. En þetta í ástralska samfélaginu ástralska podcastinu úr ástralska samfélaginu þá var svolítið svona fræðilegt, þetta var eitthvað svona háskólaverkefni, heitir Working Fathers Miniseries What Gave Rise to the Breadwinner, the HPS Podcast Conversations from History, Philosophy and Social Studies of Science, og þetta voru viðtöl við alls konar fagfólk á þessum sviðum sem ég taldi upp og þetta hugtak the breadwinner er sem sagt, hvað ég segja, það er svona fjölskyldu minnstur þar sem að við erum með karlkyns skaffara og kvenkins heimilishaldara og það sem að mér fannst svona mitt take úr þessu, það sem ég fannst eiginlega einna áhugaverðast er að sko þessi fjölskyldugerð þetta fyrirkomulag innan fjölskyldunar, það er alltaf að vera að tala um að þetta sé svona, þetta er gamli skólinn, svona var þetta alltaf þú veist, það er verið að vísa í, ég held að það sé komin í svona þriðja hringinn sko, fyrsti hringurinn er þá kannski bara sem sagt, eftir stríð, sem sagt, eftir fyrri heimstyrjöld í svona the roaring 20s þá kemur upp þessi glorified húsmóður hugmynd og hún kemur náttúrulega fyrst fram upp úr innbyltingunni, þannig að þetta er svona, man ekki alveg hvað innbyltingin er svona rifist hvenær hún en þetta er svona 1760 til 1840 cirka, svona upp frá því þá kemur þessi hugmynd og þessi gerð er testuð eiginlega bara í fyrsta skipti virðist vera, samkvæmt sérfræðingum sem eru að skoða þetta og alls konar félagsfræðingum og sagfræðingum og öðrum og mannfræðingum þá er þetta ekkert eldri en það og þú varst að tala áðan, ég segast alltaf að grípa það, þú varst að tala um stórfjölskylduna og einhvers konar kommunur og svoleiðis, þú veist, það er miklu nær því að vera það sem við getum sagt að það sé gamli skólinn, svona var þetta alltaf, þetta er það sem hefur verið í lengsta skeiðið yfir okkar þekktu sögu sem uppeldis og innkomu módel eða hvað sem við viljum kalla það og þú veist, fyrir iðbyltingu þá var módeli bara ekkert svona, þú veist, þetta er ekki okkar eðli eða norm að kallinn vinni og konan haldi heimili og sjá börn, heldur er þetta fyrirkomulag sem hefur uppi í frekar stuttan tíma af sögu vinnu og umönnunar minsturs og þarna voru tekin dæmi til dæmis einmitt stórfjölskylduna og það voru tekin dæmi einhverja svona foragers í Kongo þar sem að, þú veist, þar sem að
karlar voru rosa mikið með börnin og voru, þú veist, saman með þeim eitt svona börnin úr þorpinu og það var normið, þú veist, á þeim stað og öðrum hlutum í Afríku og þetta með, þú veist, það sem þessi glansmynd húsmóðurinnar sem ein og heldur heimili, býður með heitan kvöldverð, svunduna á, börnin sofnuð þegar maðurinn kemur heim og setur hattinn á hérna, hattastandinn og leggur frá sér skjalatöskuna, veist, þetta matmenn dæmi og hérna já, sem þá í rauninni í ring 2, ég sagði að 3 ringir, þú veist, fyrst þetta í rauninni þá eftir fyrra stríðið og svo þetta hana í rauninni 50s tímabilið eins og matmenn þættinir og svo mögulega erum við að fara aftur inn í einhvern svona 3. ring núna. Já, þetta ekki samkvæmt þessum áströlsku fræðimönnum og eflaust ótal mörgum öðrum, ég las nú ekki rosalega margar greinar, þá þetta bara ekkert normið, þú veist, þetta er bara frekar nýlegt í okkar sögu af fjölskyldu tekju umönnunar módelum sem já, þessi breadwinner pæling gengur út á. Já. Og ég haldi áfram með þetta, taka við? Nei, bara áfram með þetta. Ok, ég las nefnilega líka grein eftir Rebecca Sears og þar hún að fara á, tala um mjög svipuðum nótum og hún segir sko að þú veist þetta nýlega form, það kemur frá Vesturlöndum, það kemur upp úr iðnbyltingunni og það dreifist síðan bæði austur og suður og hérna það eru vísbendingar að í sko hlutum Afríku þá hafi það rauninni verið nýlendu herrarnir og hérna og trúboðar sem voru að kenna male breadwinner normið. Þar þótti þetta bara, þú veist, já, ok, þú veist, þetta var ekkert normið þar þegar maður kennt að þetta væri besta leiðin, sko. Og með innbyltingunni þá breytist hlutverk barna og í kjölfari kvenna. Þá semst breytist hlutverk barna sem þurfa að fara að hljóta menntun einhvers staðar annars staðar en heima þessir, sérst að heiman og ekki eins svona nöðslegt vinnu að pleyma fyrir og samhliða því breytist þá hlutverk kvenna. Kallinn fer út af heimilinu, konan lokast inni á heimilinu. Hún hefur minni fjárráð og hún hefur minni stuðning frá fjölskyldunni. Þetta ekki gamalt. Þetta gerist bara í fyrradag á þú veist, þegar við erum að horfa bara á okkar sögu af því að hún töluvert lengri en þessi ár og þarna sko með þessu öllu þá með tíð og tíma þá kannski verður ekkert lengur endilega mögulegt, allavega ekki fyrir allar fjölskyldur að vinna fyrir fjölskyldu með einum meðal tekjum þú veist og þá kemur inn þessi hérna, hvað ég segja atvinnuþáttaka kvenna og hérna fyrir bara eins og dagforeldri og leikskólar og allt þetta sem að gerir samt ekki að sjálfu sér, þar að segja allavega ekki í íslensku samfélagi. Nei. Það eru konur sem að börðust fyrir því. Akkurat. En sko já. Til þess að geta fullnægt hvað maður að segja þeim réttindum sem að þær höfðu hérna barist fyrir eða formæður þeirra höfðu barist fyrir. Já. Þú veist, þannig að hérna ég var að setja upp alveg rosalega einfaldan hátt og það alls konar núansar á þessu eins og flestu og sko þetta hérna já, mér finnst þetta áhugavert mér finnst líka áhugavert að ég veit ekki hvort það maður fara út í það, jú, bara svona stutt að sko hérna tradvæf hugmyndin og það allt er samkvæmt
sumum af þessu sérfræðingum hún svona óþægilega tengd við white supremacy þeir eru svolítið þeir sem að gefa sig út fyrir að vera þar þeir eru rosa mikið á þessum nótum konan á bara að vera heima og hún er bara að sjá hitt og þetta og kallinn er aðal og flottastur og má vera að gera það sem hann finnst og það sem hann vill ég meina en þetta er alveg snúið ég meina vinkonur mínar og svona vinir í kringum mig þú veist, eru náttúrulega bara þú veist, það er allan í okkar samfélagi, það er svo mikil hraði það er svo mikla kröfur, það er svo þú veist, það er svo mikið af öllu að feminískar konur í kringum mig, það er hugsa bara djöfull var ég bara til í að vera heimavinnandi og þú veist, og þurfi ekki að vera útivinnandi og svo skiljanlega þegar að þegar þú ert buguð, þannig að þessi orðræða og þessi jafnvel pressa sem á að vera eftir svona verð hún talar auðvitað inn í skilurðu, það sem er í gangi en svarið er auðvitað ekki þú veist, að læsa konundar aftur inn á heimilunum veist, svarið er auðvitað þú veist, meira komar að segja starra samfélag og meiri nánd og minni kapitalismi og eitthvað og það er það var líka eins verið að bera okkur saman við aðra dýrategundir við nefnilega fólk á hlutfastlega mörg afkvæmi á rosalega stuttum tíma miða við þú veist bara, hvað segja, aðra frændur okkar einhvers konar mannapa, apa og svo framvegis reyndar ekki mannapa en já, förum ekki mikið út í þróunarsvæði en kannski einhvern tímann já en já, það sést frekar mörg börn á frekar stuttum tíma sem að þýðir frekar mikið álag í umönnun og frekar svona brútal uppeldi og lengst af sérstaklega ef við erum að hugsa um þetta í eitthvað svona þróunarfræðilegri sögu en ekki einhverju, þú veist, ritari mannkynssögu þá erum við með gífurlega langa sögu af því að stórfjölskylda eða þorpið eða eitthvað í líkingu við einhvers konar búð sinni þessu með móður ekki bara að hún sinni þessu ein það er, og það er kannski svona já, nú er ég kannski pínu fyrir að endurtaka mig en það er svolítið svona stóra pointið í því sem að þessi sérfræðingar sem að ég var að lesa nokkur orð eftir og hlusta á podcast með og svo framvegis eru að benda á og mér fannst það gífurlega áhugavert þannig að við hljótum að vera á svona ákveðnum villigötum ef við ætlum að fara að tala að við þurfum að hverfa aftur til einhvers forms sem að vara lógiskara þegar við erum bara að tala um frekar nýlegt form sem að er kannski þú veist er barn iðnbyltingarinnar eða afkimi kapitalismans og ég held að við hljótum að vera að horfa á þetta svolítið skakt ef að við viljum sjá þetta fyrir okkur og við ætlum að fara í þriðja hringin eða ég veit ekki hvort þessi fleiri með þessar hugmyndir en auðvitað þurfum við að, eins og þú varst að reyna að gera áðan, við þurfum auðvitað að passa okkur og það eru konur sem vilja þetta og þá bara eiga þær að fá að gera þetta en ég held að það ætti að vera val en það er rosa lítið val já. Þú veist, það er svona að segja ég skil þetta og já, en það er rótin eða lausnin
er ekki að hvað ég segja borga konum fyrir að vera heima eins og sem er svona hægri sinnaði flokkar vilja gera til dæmis til þess að leysa leikskóla vandan og aðri vilja leysa mönnunarvandan í staðin fyrir að borga fólki í laun og eitthvað svona, þú veist, þetta er bara já Ef að fara að brasa eitthvað já ok á ég aðeins að hvað er að gera núna? Sko, þú er náttúrulega búin að vera hérna með fyrirlestur í 45 mínútur cirka Já, þú talaðir kúkableiður í allavega 4 Ég Mér fannst því að ég var að gleyma ykkur alveg ógeðslega sterku pointi Já, hvað er með það? Ég man það ekki, ég kem með það eftir ef ég man það Sko, núna náttúrulega er svo pirrandi ég veit ekki hvort ég geti þetta ég ætla að prófa þetta Býttu nú við Þetta er ykkur gamall íslensku slagari, er það ekki? Nei, veist ekki hvað þetta er Býttu ég fólk hlýtur að tengja Þetta er danst eitthvað, eða ekki? Jú, býttu Haukur Þekkir ekki Kim Larsen? Er þetta Kimmarinn? Kim Larsen? Já, for helvede, for sød Ok Ég var að reyna að finna einhvern hljóðheim fyrir ferðalagið okkar Já Þetta var svona það sem að var eiginlega skýrast í mínum huga Já Þetta er nefnilega sem ég ætla að deila með þér tengist Danmörku Ok Og ég hefði farið í búin bæ í nógu geð það er ómikið klísja Já, sko það er Kim Larsen var spilaður sko, mamma var ofta að spila hann Er Kim Larsen danski bubbi? Já, er það ekki? Aha. Ég held að Ok Hann er svakalegur sko en ég er nefnilega sko Þurfum við ekki að fara að borga um einhver stefgjöld og lendur þetta að halda áfram? Við erum nógu peningum Við erum stattir í Danmörku Já, við erum stattir í Danmörku Og hvað erum við að fara að gera? Sko, ég er með Trúnó Já, Trúnó dagsins og Ég er skítkaldur, ég er spenntur, ég veit ekki hvort að fara að segja Nei, sko, líka það sem við tölum við náttúrulega þekkjumst ekkert Nei. Þó að við þekkjumst Við erum alltaf að þekkjast, við erum að kynnast Og ég veit náttúrulega ekkert þú veist, hvort að ég hef talað um þetta áður eða talað við þig eða hvort þú veist það en ég bjó einu svona í Danmörku Ok Vissur það? Nei Ég held ekki Nei Ég, sem sagt mamma flutti til Danmörkur þegar ég var svona cirka 9 eða 10 ára Ok, og hvað beistu lengi? Já, rólegur Sko þarna, sko, mamma plani var, ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var en mamma ætlaði að fara að læra eitthvað og ég átti sko að fara þarna með henni og fór þarna með henni og svo fór ég í skóla þarna úti fór í danskan skóla og ég fer sem sagt í þennan skóla og þarna var ég sko byrjar að fótbolta og ég var ágætur í fótbolta og og ég hef oft talað um forréttindi mín og eitthvað svona og talað um í rauninni hvað ég hef verið heppinn sko í gegnum lífið þú veist, ég hef aldrei einhvern veginn verið þú veist, já, ég er bara hvítur gaginn hefur eitthvað fótboltasjómli sko eina tímabili í lífið mínu þar sem að ég var
já, ég var að segja minnihluta þar sem að ég var ekki með þessi félagslegu forréttindi sem ég vanur það var þarna í Danmörku ég sérst fyrir danskan skóla og fyrir með mömmu að skoða og þetta lítur rosa vel út og bara danski krakkar og ég bara, já, flott eitthvað fer að einhvern pröfu tíma eitthvað og fer út í frímó með dönsku strákunum og bara spila fótbolta og gaman, svo bara byrja í skólanum og ekki með mömmu og ekki í einhverju svona kynningardæmi þá náttúrulega fer ég bara í innflytjandabekkin ok að ég náttúrulega bara innflytjandi nema að innflytjandurnir sem að eins og ég á þessum tíma sko bekkurinn, þau eru búin að vera saman heil lengi veist, ég veit ekki af hverju ég held að við höfum verið á ólíkum aldri og eitthvað svona og mörg sem töluðu dönsku við kennarana og sín á milli á öðru tungumáli þannig að, og þarna var bara bekkur saman og ég bara settur inn í hann og þekki engan ég tala ekki dönsku og frímínúturnar sem við fáum er á öðrum tíma heldur en dönsku krakkanir þannig að það fer engin út í fótbolta þannig að við vorum svona ég veit ekki hvað vorum mörg, kannski 15 og ég var bókstaflega aleinn og ég átti enga vini, ég gæti ekki tala við neitt og ég var bara eitthvað þú veist já, þetta var sennilega engin annar Íslendingur nei, en það síðan eitthvað nei, það var engin þannig að þetta er sko þarna var ég man ekki 9-10 ára og sko já, ég kom heim eftir skóla og bara grét sko bara grét í mömmu, ég vildi ekki fara í skólan skiljanlega því að þetta voru ekki góðar aðstæður og líka því að já, þú veist þetta er svo grilla sko að bara eitthvað sópa saman öllum innflytjendum í einhvern eitt bekk þú veist að pæla ekki í inngildingunni sem að það hlýtur að búið að breyta þessu í dag að auðvitað ætti bara að blanda okkur inn þannig að við getum aðlagast samfélagin hann en allavega, þetta var hellað og ekki nóg með sko hvernig skólinn var þar að segja ég skil ekki verkefni sem ég á að gera og ég á alveg minningu þar sem að ég bara og ég er í grunninn bara svona frekar svona kaldur maður sko einhvern veginn og bara eitthvað já, ég var ekki mikið í því að gráta sem krakki, getur við sagt bara læri það nema þarna bara brotnaði niður í tíma í tíma? Já, ég bara fyrir að gráta já. Þú veist, ég bara gjörsam ég er algjörlega aleinn með engin bjargráð ekkert bara einn og ég það bara bíða eftir að komast heim nema sko ekki nóg með hvernig skólinn var að þá sem sagt var skólinn ég veit ekki svona 25-30 myndum frá því sem ég átti heima og það var svo frábær þjónusta hjá svona skóla að það kemur bíll og sækir mig og þetta er leigubíll sem að sækir þau sem að eru þarna í einhverju sveit eða eitthvað, ég veit ekki nema hvað að ég vildi aldrei heldur fara í hennan leigubíl mögulega því ég var búin að horfa einhverju svona glæpa þætti þannig er ég í einhverju ókunnugu landi tala ekki tungumálið svo kemur alltaf einhver kall á leigubíl að sækja mig og ég er einn í honum þannig ég er alltaf einhver starf í einhverju sveit að keyra með einhverjum kall og ég held, þú veist, ég er alltaf óttast líf mitt sko bara leiðin í skólan óttast líf mitt í skólanum upplifið með algjörlega aleinan og bjargalausan þannig að já, ég man ekki hvort það voru 2 vikur eða eitthvað og ég bara grét hver einasta kvöldi þangað til að og ég fekk að vita það seinna að því að mamma er svona bara harkan eins og ég fekk nú að sjá í flutningunum í gær já, er það? Já, ég held hún myndi taka mig í slag, hún er rosaleg sko. Já, hún hún ætlaði bara, þú veist, neini þetta líður hjá og hann bara eitthvað, þú veist, við erum bara hér og amma og afi þau, náttúrulega mamma þoldi ekki að ég var svo mikið og afa, mamma náttúrulega egnaðist með 18, þannig að amma og afi voru mikið inn
inn í uppeldinu á mér og eitthvað svona þau í rauninni kröfðust þess þegar þau komu þarna í heimsókn að taka mig með heim okay. og þess vegna ertu svolítið mikið hjá ömmuðun og afa eins og þú talar eitthvað sem hann já, okay. þannig að þau í rauninni stela mér og bjarga mér úr þessari reynslu og og já, þetta eina minningin í mínu lífi svona físíska minningin þar sem að ég var bara já ég var bara verulega einhvern veginn á jaðrinum sko já. þú veist og þú veist, já, og gert grína mér og þetta var bara þú veist, þetta var ekki langur tími en ég held í alveg að hann hafi markerað mig mun meir en ég átti mig á já. og sérstaklega þegar ég fór síðan í sálfræðinu og eitthvað svona já. Þú talar þetta svolítið bara sem eitthvað skonar tráma sko já, okay. já, ég meina, þú veist að vera sko aleinn og óttast lífsitt já. Svona mikið það og tekin úr í rauninni aðstæðan það sem þú ert félagslega sterkur og öruggur og í þínu þinni íþrótt og öruggu umhverfi já, ok, þetta, já þannig að já, ég sko Hulda stakk ekkert upp á því sko að fara í helgaferðið eitthvað bara til London eða Danmerkur eitthvað nokkur ár síðan já. það bara nokkur ár síðan sko og þú ætlaðir ekki til Danmerkur? Nei, ég ætlaði ekki til Danmerkur og ég vissi ekki af hverju ég var svona brjáláður til Danmerkur þá og ekki í leigubíl alls ekki leigubíl nei, nei, þetta er hansi magna því að við erum alveg að tala sko 30 ár já, sýtur ennþá ég 30 ár þú er svo gamall maður og já, þetta var svona sem ég ætlaði að segja þér sko þetta er svolítið áhugavert sko af því að þú færð svona já, hvað ég segja, færð svona nasa svona af því að vera hvað erum við með núna? Nei, bara meira Kim? Bara Kim ok, nasa svona af því að vera utangars eða á jærinum já fyrst, heldur þetta sé eina skiptið sem að þú varst alveg þar eða? Já og ég reynda að skil ekki svo þetta ekki efstur í forréttinda píramídanum sko kannski í grunnskóla var ég ekki beint sko eitthvað svona aðal en þú veist ég tilheyrði hóp sem að var svona já bara vinsælu krakkarnir en ég skil ekki að ég hafi ekki í rauninni orðið meira ef að segja undir vegna þess að bara eins og börn eru þú veist þau eru bara innlæg og eitthvað svona lúðar einhvern veginn að sko töffara svona skapurinn í mér og eitthvað svona attitútið það kemur ekkit fyrir en já kannski upp úr þessari lífsreynslu í Danmörku ekkit að endilega þessi tengt allavega ekki svo ég viti en af því að ég man vel í svona 3. bekk eða eitthvað, hvað er ég gamall á? Já, það er glum þetta leiti 3. bekk ertu svona 8 já, þú veist, þá langar mig að fara í skólan svona alveg eins og Lalli þjálfari var ég veit ekki hvort þú veit hvað það er en Lalli ég veit alls ekki hvað það er nei, Lalli sko fótboltaþjálfari hann var á þessum tíma allavega þá var hann alltaf með buksunar girtar svo geðveikt hátt yfir íþróttapeysuna ég vildi fara þannig í skólan með það svo töff og amma bannaði mér það hún sagði, nei ekki hafa alveg svona hátt það var aðeins niður þannig að þú veist, já, svona staðalmyndin af svona lúða þú veist, ég var alveg þar mér langaði bara að vera eins og Lalli og eitthvað svona fótbolta flott kall já, svona fótbolta og en einhvern veginn, þú veist, þráttur að vera svona þá einmitt, varði ég aldrei út undan og meiri sagði, ég meina ég er alveg stór furðulegur sko unglingur þannig lagað að því að
svona þess lengra trúna en ég ætlaði mér en hérna, af því að veist, ég byrja sko í 7. bekk að stela sígarettustöpum af afa heima, ég og vinur minn, Bjarki förum í fríminútum 7. bekk, heim öskubakkanni af afa, reykja stubbana stela stubbum og reykja og svo stundum fyrir við á bílnum hans líka á rúndin í 7. bekk? Já, 7. 8. Nei. Jú bara aðeins að rúndum fóldirnar þið eru 12 ára 12-13 ára að keyra bara bíl? Já, hérna, þetta var með þess að beinskiptur sko já, ég kallaði eitthvað góða og hérna, ég reyndar keyrið ekki sko vinur minn keyrði og hann meira þess að stundum skutlaði mér í hádeginu til þess að bera út divaf þetta er ekki grínast nei já, þetta er rosalegt nei sko, já, þarna ég sko svo ég líka bara eitthvað svona að hlusta létt 96,7 og hérna þú veist, krakkarnir ofta eitthvað að fara í andaglas og ég bara nei, ég fer ekki í andaglas bara ekki séns veist, þannig að ég líka alveg eitthvað krút sko já. En eitthvað svona í einhverju svona rugli sko það er náttúrulega svo það er rosalega algengt held ég að töffararnir þetta er rosa þunn skél já, þeir eru eitthvað brotnir á þessum aldri sko já. Nei, líka, mér finnst bara svo áhugavert sko að ég hafi farið svona langt sko í attitúdinu og í rauninni það sem að setna mér ég kalla bara hreinlega áhættu hegðun veist, og ég hef stundum talað að ég liði síðan bara þegar ég eldist þá lifi ég algjörlega tvöföldu aðskildu lífi þar sem að ég bara djamma og hérna já, neita vímuefna þú veist, annara en bara alkohóls og svo er ég bara svo bara landslýsúrtökum í fótbolta og ég meira þess að mæti stundum fullu sko á fótboltaæfingu? Já, á fótboltaæfingu, já svona morgunæfingar helgar og hérna þú veist, í 10. bekk þá mætti ég hérna já, ég semst fór á fyllir á föstudegi og var að fara á svona 17 ára landslýsúrtaksæfingu daginn eftir þetta er áhugavert já, þetta er rosalega steikt sko ég ætla að fá að spyrja eitthvað sem mann setna meira út í hennar ungling út í þetta skrall og þessi unglingsár mér finnst þetta með bílinn vera mjög lýsandi já, hvað segja mér finnst það vera mjög áhugavert á þessum aldri sko það er nú verið eitthvað rugl í gangi hérna með unga Þorstein já, var eitthvað að vesen sko en á sama tíma stóði mig vel allstaðar já, svona reyndar átt að reka mig úr grunnskólanum á sín tíma en það er önnur saga býður betri tíma já. En takk fyrir þetta trúnavinur þetta var hérna en kannski tengist þetta eitthvað sko já Danmörku og allt þetta rugl ég veit það ekki það getur verið en kannski ekki bara Danmörku þetta náttúrulega tengist einhverju öðru en þá erum við farin að tala hluti sem eru kannski út fyrir mig já, ég skilji mikið fara að draga aðra inn í það já, býðið bara herru, ég er hérna með póka já, hvað er í þessum póka? hérna, það eru saman krumpaði miðar þetta eru hérna við sendum hérna hvað heitir þetta? Spurningaboks? Ekki poll, spurningaboks, ég kann ekki alveg á ég er meira svona í gríninu bara á Instagram já, shit sko, þetta er svo gott og það er svo erfitt að því við erum báðir inn á þessu stundum langar mig eitthvað að replya og bara, já, og mér finnst þetta svo fyndið að sko, og ég þól ekki að við erum bara með eitthvað 100 fylgjendur og fólk er ekki að sjá hvað þetta er fyndið þú veist, ég held að ég sé búið með marga á mínum bestu mólum í hérna já, þegar við vorum bara með 70 fylgjendur sko. En já, þú voru bara að gera aftur við endur nýttum þetta eftir 2 ár en hérna, ég er með sko já, ég skrifaði niður öll svörin í spurningabóksinu líka það er rosalega gaman núna erum við komum bara með alveg bunka já, þetta er og fá frá ýmsum og nú erum við komin á staðinn sem að ég var að vona að við kemist á sko eftir, ég veit ekki 10 þætti viðbót að ég man ekki helmingin af þessu sko. Þannig að ég kem pínu kaldur held ég á ég að draga aftur það? Nú, já, það ekki bara
rétt í bókan hérna og við höfum 5 mínútur. Það eitt hérna í hotninu allt með. Og ég ætla náttúrulega ekki að horfa, ég bara hérna sný mér undan og tek hana hérna. Já. En ég náttúrulega get ekki lesið hann. Nei. Þú veist, bara, ég veit ekki hvort ég sjáu þetta hérna. Ég sjá þetta allavega ekki ef þeir eru bara að hlusta. Þetta er svakalegt, sko. Þessi er svolítið áhugaverður í ljósi nýliðan atburða. Ok, ekki vera að hugsa, bara Nei. lesa. Sko, við höfum 5 mínútur til þess að svara þessu. Já. Leysa þetta ef þetta er þraut, tala um þetta ef þetta er topic, svara þessu ef þetta er spurning og that's it. Ég þarf að vera með tíman. Hvað mennur það? Bara 5 mínútur og that's it, það er bara ekkert annað. Já, ég held að vera að lesa miðan. Nei, já. rólegur. Ok. Sko, hérna, Hulda var að senda mér á hann. Já, var það eitthvað alveg? Ég fór að tala rosalega bara eitthvað, ég veit ekki alveg hvað ég var að gera því ég var alltaf að býja eftir að þú myndir stoppa mig og segja við þurfum að klippa að þú þurfum að fara. Að koma það tímabil þar sem ég var eiginlega bara að tala eitthvað bara og svo bara í Bandaríkjunum þá bara ég eiginlega hefði þurft að fara því að hérna er ástand. Já, þú veist, dóttir okkar er lasin og hérna hún þarf að vera hjá henni og hundurinn er alveg að kúka á sig og við getum ekki hleypt hún út í garða því að nú erum við komin í eitthvað fjölbýli eitthvað. Þannig að já, við þurfum að taka þessa 5 mínútur. 5 mínútur að búi og svo bara heim. Já. Herðu. Og mér er svo heitt. Já. Ef þið þyrftuð að búa saman í viku, fyndið, það er skrifað áður en að koma í ljósa við actually erum eiginlega að búa saman. Þannig held ég að segja verið að meina bara búa bara í sömu íbúð sko. Ef þið þyrftuð að búa saman í viku, hvað myndi fara mest í taugarnar á ykkur? Varðandi hvort annan. Wow. Og undir þetta skrifar vinur sauðkindarinnar. Hann vildi ekki, eða hún vildi ekki láta nafnsins getið. Ok. Þarna. Vinur sauðkindarinnar. Herru, 5 mínútur. 5 mínútur, við erum búið með 10 sekundur af þessu. Sko, það er nú auðvitað svona þessu, sko. Hvað myndi fara mest í taugarnar á okkur varðandi hvort annan? Varðandi hvor annan? Sko. Var það einu sem við ættum að segja? Já. Hvað fær í taugarnar? Já, við þurfum að setja okkur inn í þetta sko. Við erum búin að búa saman en sko, ekki konundar okkar, bara við tveir. Það veit ég ekki, við ákveðum það bara við tveir búa saman í viku. Við þurfum að sjá um heimili saman. Ok, það var náttúrulega mjög einfalt ef við værum bara tveir breddvinnarar. Enginn að gera neitt á heimilinu. Nei, mér að það er engin börn, enga konur. Við bara úti að kaupa kryptó. Og þú veist Nei, þú veist, það væri þú veist, ég meina ef það myndi gerast í viku þá er það bara eitthvað vinnuferð út á landi eða þú veist eða við að fara í eitthvað frí saman skilurðu. Þannig að þú veist, heimilishaldið sjálft væri örugglega ekkert vesen. Heldur það ekki? Heimilishaldið? Já. Þú ert náttúrulega ekki nema þú sért bara einhver fáviti, ég held að þú sért mjög snirtilegu maður og ég held að þú sért með röð og reglu á hlutunum. Já, en örugglega ekki sömu röð og reglu á þú, sko. Og það getur verið einhverju svona, hvað ég segja, það getur verið einhverju núningur. Ég á erfitt með að sjá það fyrir mér. Ok. Nema að það sem ég sé er enda fyrir mér. Ég sé alveg fyrir mér að sko, ég veit það ekki maður, bara ég er búin í sturtu, sett sokkan og nærbuxurnar svona bara skóplaði maður til hliðar svona hjá þvottavélinni. Já, ekki allavega. Já. Og hérna þú veist, gæti kannski verið komin 2 sturtuferðir að því ég er að safna í 60 vel. Nei, og er þetta bara gólfuna með hann? Já. Nei. Já, veist, við erum bara 2 skilur. Nei. Liggur ekkert á þessu. Þú hlýtur að geta sett þetta í allavega úrhunartögið, skilur. Þetta þarf ekki að vera strax í vel. Já, ég meina það er kannski 2 nærbússu þar sko, þannig að þetta er svona á leiðinni skilur, en ég bara svona ít þessu og svo erum við að drífa okkur að því að þú ert að reyka eftir mér að því að, þú veist, eitthvað, ég var að tala um Huldu og það var bara, við erum að borðið hérna, við fórum að borða og ég bara, já, hoppi sturtu, hendi nærbússunum. Já, það færi töðan að mér sko. Já, en sko en þú myndir ekki segja neitt. Ég held þú myndir ekki segja. Á einni viku? Já. Nei. Ég held þú myndir fara á klóstið að pissa og djöfullin getur hann ekki sett þetta ofan í. Já, ég myndi kannski
skrifa svona passive-aggressive miða og skila hann eftir og ná. Já, einmitt. En ég mikill aðdáandi sko the one-stop method. Já. Sem að felst einmitt í að ef þú ert að ganga frá, já, þá setur það á sko staðinn sem að á að fara á. Þekkt dæmi, þú ert búið með glas, þá setur það sko, ef það á að fara í uppþvottavélina á annað borð, þá setur það í uppþvottavélina. Þú setur það ekki í vaskinn, af því að þá þarf einhvern tímann að ferðast úr vaskinum í uppþvottavélina, eða ekki? Já, en ef það hreint í vélinni, já, og það hefur ekki unnist tími til þess að taka úr henni. Það hefur ekki unnist tími til þess að taka úr henni, ok, ég skil þig. Hvað ætlar að gera á glasið? Ég meina, hefur ekki tíma til að taka úr uppþvottavélinni núna? Já, þegar við erum bara 2. Nei, bara akkurat þegar þú ert að fara að ganga frá glasinu, skilur. Það tekur 3 mínútur að taka úr uppþvottavél. Já, stundum með maður bara ekki með tíman. Ekki með 3 mínútur, ok, ég skil þig. Við hefum rúma mínúti eftir og þú ætti eftir að svara spurningunni sko, hvað myndi fara mest í taugarnar á þér við mig? Já, við þig? Já, og hvað myndi fara mest í taugarnar á mér? Já, ég kom með nærbusunar. Ég held að það sem myndi fara mest í taugarnar á mér og það hefur komið fram hérna í 1-2 þáttum af þessum 2 sem við erum búið með að þú gleymir hlutunum sko. Já. Þú ert með einhverja hugmynd eða ætlar að gera eitthvað og svo gleymir því. Já, ég var búin að gleyma því. Gjössamlega. Það rillir mig sko. Já, það. Ég held að það geti orðið orðið svona stórt atriði í okkar nánu sambúð ef við erum að búa saman í viku. Að ég sé að gleyma hlutum. Já, að því við erum búin að tala um eitthvað og þú ætlar að gera eitthvað og svo gerur það ekki að þú gleymdi. Ég held að það sé mitt svar. En hvað þitt svar? Er það bara þetta með að Ég held að geti verið svolítið svona þá ertu að tala um það sem fyrir töðunar á mér sko. En hvað myndir fara í töðunar á þér við mig? Já, það sennilega hvað þú ert svona strikt. Ó, tíminn búinn. Hvað þú ert strikt. Tíminn búinn? Það ekki að halda áfram með þetta. Ha. Ég komið vel út af þessu.